Jæja, Falur, hver svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara vonbrigði. Vonbrigði að hafa ekki spilað betur í 40 mínútur. Við vorum bara óskynsamir í vörn og sókn í fyrri hálfleik. Og það ég veit ekki hvernig við orða það. Ég þarf bara að fá meiri framlag frá fleiri mönnum. Þú segir þetta, ég grípi aðeins fram í þér, fram í fyrir þér. Þú ert með 3 leikmenn sem skila rosalega framlagi, stigalæsið. En það er ekki meira það. Það eru 2 sem eru með 1 með 7 stig og 1 með 2 stig. Það er ekki meira. Nei. Hvar getur þú fengið stig? Ég get fengið stig á fullt af stöðum. En við megum ekki, ég er búinn að segja þetta núna, 2 sinnum inn í klefa eftir annar leikurinn sem ég segi. Við getum ekki verið með farþega í þessu liði. Við verðum að vera með ógn á öllum stöðum. Það verður ekkert mál að spila mót okkur ef að 5 menn er að passa 3. Það verður að vera ógn af öllu leikmönnum. Og við bara, það vantaði stig frá fleiri mönnum. Á þess að nefna neina nöfn. Þú mátt velja nöfnin sjálfur. 91 stig á ykkur sem lið, hvernig fannst það? Það er ekkert, þetta var hraður leikur og 91 stig er ekkert rosalega mikið í íslensku deildinni. Þetta er svona run and gun deild, mikið af 3 stiga skotum og auðvitað sem þjálfari viltu hafa færri stig sko, en þeir hittu mjög vel. Við fórum að spila svæðisvörn, 2 mismunandi útgáfur af svæðisvörn sem við erum búin að gera lítið af, en við þurftum bara að gera eitthvað til þess að breyta hjá okkur. Við gátum ekki bara haldið áfram eins og í fyrri hálfleik og við þurftum að pröfa ýmis afbrigði, en þá fengu þeir bæði opin 3 stiga skot og líka skal ég segja hittur úr erfiðum 3 stiga skotum, en það er bara, þetta var vonbrigði. Er einhver af þessum afbrigðum sem þú nefnir eitthvað sem þú kannski vilt byrja með bara í næsta leik? Ég vil að við byrjum, ég vil að við spilum með meiri ákefð allan tíman. Körfubolti er ekki þannig íþrótt þú getur verið eitthvað að slaka á. Þetta er ekki eins og fyrsta sókn í handbolta þar sem allir eru svona að koma með boltan og testa. Það þarf bara að vera á tánum allan tíman. En ég bara, það er mitt verkefni að fá það til að spila á tánum alla 40 mínútur. Ég vil fá að taka Róbert aðeins út hjá þér. Já. Er eitthvað sem þú hefði getað gert sem þjálfari sem að stilla upp í eitthvað fleiri skot fyrir hann til þess að hann kæmi sér í gang? Já, örugglega hefði ég getað stillt upp í eitthvað leikkerfi, en það var ekki vandamáli hjá honum í dag sko. Hann fekk fullt af tækifærum til að skora, bæði layup og skot. Og ég veit ekki, kannski var þetta ekki hans dagur, en við bara höfum gegn á því að vera með hann í 0 stigum, til dæmis. Hvernig líst þér á framhaldið? Bara geggjað. Ég er bjartsýnn maður á upplagi en við verðum að horfa í spegil og sjá hvað við gerum vel, hvað við gerum illa. Og við verðum að gagnrýna okkur sjálfum. Ég er leiðilegasti maðurinn niður í hálfleik. Ég segi þeim hvernig staðan er. Og það er ekkert gaman sem leikmaður að vera að hlusta á þetta röfli í þjálfaranum sko. En við verðum að geta tekið þessari gagnrýni til þess að vera betri. Er eitthvað að lokum sem þú þjálfari liðsins vilt segja til stuðningsmanna Fjölnis? Já, ég vil fá fleiri fólk hérna í þetta hús. Við erum með skemmtilegt lið og auðvitað þurfum við fleiri áhangendur til þess að styðja við bakið á okkur. En það er ekki hægt að pína fólk hérna inn, það þarf að koma hérna inn og sjá hvað þetta er skemmtilegt. Það er fullt af flottum tilþrifum, tróð og rosalegt blokk hérna hjá Jeri. Hann er hálóttafugl, 2 tróðspor hjá honum held ég og blokk hérna á 3. hæð. Það er skemmtilegt, þó að það finnst körfubolti leiðilegur.